Ég hef alltaf haldið dagbók mjög knappa og hún dagbók frá 1974 og í þessari dagbók þá kemur það mér á óvart þegar ég skoða þetta tímabil þegar við vorum að vinna með Magnúsi Þór Megasi, hvað þetta var stuttur tími. Í minningunni voru þetta mánuður en við æfðum í 2 vikur fyrir þessa plötu, bleika náttkjóla og á þessum 2 vikum sást Magnús kannski ekki nema kannski helminginn af tímanum. Því að Magnús var í miklu annríki í sambandi við næturlífið og þurfti að þjónusta það. Og hann kom gjarnan eldsnemma á morgnana þegar þetta var, við æfðum á Bestaðastrætinu í húsi tengdaföður míns, Gunnlaugs Þórðarssonar, og við höfðum þar aðstöðu í svefnkamessi þá Gunnlaugs Skeving, þar sem að Gunnlaugur Skeving svaf og hafði líka dagstofu. Hann svaf þar, hann hafði sofið á hæðinni fyrir ofan, þetta var svona á pöllum, þetta var svona 2 hæðir eiginlega á jarðhæðinni, það var svona gengið ofan í þessa stofu. Og við æfðum þarna í þessari stofu, þetta var svona dálítið þokkalegt rými, kannski 30 fermetrar. Og Megas kom gjarnan úr, þegar hann var búinn í þessari miklu vinnu sinni, að morgni, beint úr samkvæmislífinu. Og þetta, í minningunni var þetta miklu lengri tími, einhvern veginn. En hann var svona, þetta voru bara 2 vikur og svo vorum við komnir í stúdíó og platan var tekin upp á eins og þá tíðkaðist á einhvers staðar innan við 120 tímum.